Það hefur verið tortryggt að þú hefur selt bréf í Glitni fyrir einhverjar 120 milljónir stuttu eftir að þessi vafningsflétta fer í gegn. Þú og pabbiðinn á svipuðum tíma hafið selt pabbiðinn fyrir munnhærri upphæð 800 milljónir. Hvenær seldir þú? Ég seldi minn hlut í bankanum í febrúarmánuði frá byrjun mánaðar og fram undir lok mánaðarins. Hann var í raun og veru til sölu þann tíma. Hvenær var gengið frá því? Bara í mörgum viðskiptum yfir mánuðinn. Það ekkert óeðlilegt við það að selja hlutabréf á þessum tíma. Ef menn kynna sér bara umræðan eins og hún var, stöðu bankana, það að þeir voru í vandræðum með að endurfjármagna sig, ef menn skoða hvernig hlutabréfaverðið var. Það bara ein ástæða fyrir því ég seldi hlutabréfin og hún var sú að bréfin höfðu lækkað mikið og ég hafði áhyggjur af framhaldinu. Það ein ástæðan. Hafðir þú líka milligöngum að selja bréfin fyrir föðuðinn á þessum tíma? Nei, það gerði ég ekki. Þessi bréf, veistu hver keypti bréfin þín? Nei, það gengur ekki þannig fyrir sig. Þú veist ekkert um það, hvort að bankinn hafi keypt? Nei, það gengur ekki þannig fyrir sig þegar þú selur hlutabréf að þú hittir kaupandann. Nei, menn getur nú samt vitað það fyrir því.